Komið sæl og velkomin heim í stofu. Ég heiti Bryndís Svavarsdóttir. Í dag, 24. apríl, fyrsta sunnudag eftir páska, þemað Hin nýja fæðing. Lestrarnir fjalla allir að Guð sé hinn eini sanni Guð, að Jesús hafi fullkomna verk sitt og menn frelsist fyrir trúna á hann. Og vers vikunar segir: Lofaður sé Guð og Faðir Drottins oss Jesú Krist, sem eftir mikilli miskunn sinni hefur endurfætt oss til lifandi vonar fyrir upprisu Jesú Krist frá dauðum. Þetta eru langir textar og ég hvet ykkur til að lesa þá í heild, en ég mun aðeins lesa þau vers sem ég tala út frá. En við skulum byrja á því að signa okkur og segjum í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Já, þemað hin nýja fæðing. Á páskadag sagði ég ykkur að okkur biðist nýtt upphaf. Eins og Jesús orðaði það við Nikodémus: það sem að manni fæðist manns barn, en það sem fæðist af anda Guðs Guðs barn. Undrist eigi að ég segi við ykkur ber að fæðast að nýju. Það að segja, takið sinnaskiptum, byrjið nýtt líf. Það erfitt að breyta venjum og hefðum sem að við erum annaðhvort alin upp við eða við höfum skapað okkur sjálf. Við könnumst öll við að hafa einhverja lesti sem við vildum losna við, og eina leiðin sem dugar að hætta algjörlega. Snúa við blaðinu, byrja upp á nýtt, skilja við hið gamla. Og það einmitt meiningin hjá Páli þegar hann sagði í texta síðasta sunnudags að fylgjendur Jesú væru nýtt deig. En vaninn sterkur og óttinn við nýtt og óþekkt gerði suma blinda á hið eina rétta. Lexían í dag úr Jesaja, en merking nafnsins Jesaja Drottinn frelsar. Við lestur textans engu líkar en að Drottinn Guð sé komin í réttarsal að ákæra sína eigin útvöldu þjóð fyrir að þekkja ekki son sinn sem hann sendi til þeirra. Og ég gríp niður í völdum versum. Færið fram hina blindu þjóð sem þó hefur augu og hina heyrnarlausu menn sem þó hafa eyru. Allar þjóðir, og þetta bendir til alheims dómstóls, skulu safnast í einn hóp og lýðirnir koma saman. Leiði þeir fram vitni sín, skiljið að ég hann. Enginn Guð var myndaður á undan mér og eftir mér verður enginn til. Ég Drottinn, ég einn, og enginn frelsari til nema ég. Við þekkjum máltækið að tala fyrir daufum eyrum. Guð lýsir þjóð sinni með þeim orðum að hún sé bæði blind og heyrnarlaus. Þó skapaði hann manninn með augu og eyru. Hann sendi þjóð sinni spámenn sem skrifuðu spádómsorðin niður fyrir komandi kynslóðir. Samt hafði lýðurinn þverskallast við að hlusta, skilja og framkvæma vilja Guðs, og höfnuðu að lokum þeim sem sendur var til að frelsa þá. Sem mótsvar við þessu kom Jesús og gaf blindum sýn og daufum heyrn, bæði raunverulega og tákgrænt, og hann las spádómsorðin upp í samkunduhúsinu. Jesús vitnaði í Jesaja þegar hann sagði að þeir sem höfnuðu boðskapnum myndu horfa og heyra en hvorki sjá né skilja. Jesús hafði boðskapinn eins einfaldan og hægt var. Fylgið mér, sagði hann, trúið á mig. Í pistlinum sem úr 1. Jóhannesarbréfi segir að sérhvert barn Guðs sigrar heiminn og trú okkar sigurinn. Hún hefur sigrað heiminn. Hver sá sem sigrar heiminn nema sá sem trúir að Jesús sé sonur Guðs. Sá sem trúir á son Guðs hefur vitnisburðinn innra með sér. Og þetta vitnisburðurinn.
Guð hefur gefið okkur eilíft líf og þetta líf er í syni hans. Sá sem hefur soninn á lífið, sá sem ekki á son Guðs á ekki lífið. Þessi vitnisburður segir okkur að við eignumst ekki eilíft líf í gegnum heimspeki, vísindalega menntun eða með góðverkun. Aðeins sá sem á trúna á son Guðs öðlast eilíft líf. Og Jóhannes skrifar bréfið til að fullvissa hina trúföstu þetta, því að auðvitað tekur lífsbaráttan tíma og athygli fólks. Hið veraldlega amstur virðist draga okkur frá Guði og orði hans. Oft er engu líkar en að tímanum sé stolið af okkur. En hugsunum okkar getur enginn stolið og enginn stjórnað nema við. Þrátt fyrir annríki getum við leitt hugan að orði Guðs, dvalið í kæru versi eða bæn. Trúin mælist ekki í klukkustundum sem við eyðum í kirkju, heldur trúnni í hjartanu. Hins vegar lifnar trúin við og styrkist við að hlusta og lesa Guðs orð, syngja sálmana og finna friðinn sem stundin í kirkjunni gefur okkur. Og gleymum því ekki að Guð er með útrétta hendina til að leiða okkur. Í 5. Mósebók segir: Drottinn fer sjálfur fyrir þér, hann verður með þér, hann mun hvorki sleppa af þér hendinni né yfirgefa þig, óttastu ekki og láttu ekki hugfallast. Þessi orð Móse voru veganesti Ísraels manna þegar þeir fóru yfir ána Jórdan inn í fyrirheitna landið. Og þau eru ætluð öllum þeim sem þarfnast styrks og huggunar. Guð þreytist ekki á því að segja okkur í gegnum ritningatextana að hann er með okkur og að hinn trúfasti eignist allt vegna þess að hann trúir orði Guðs. Trú okkar er sigurinn og trú er það sem við setjum traust okkar á án þess að hafa sannanir fyrir framan okkur. Eða eins og segir í Hebreabréfinu: Trúin er fullvissa það sem menn vona, sannfæring þá hluti sem eigi er auðið að sjá. Tómas var síðastur lærisveinanna til að sjá Jesú eftir upprisuna og hann efaðist og vildi sannanir fyrir upprisu Jesú. Í Guðspjallinu segir: Kvöldið þennan fyrsta dag vikunar voru lærisveinarnir saman og höfðu læst dyrum af ótta við gyðinga. Þá kom Jesús, stóð mitt á meðal þeirra og sagði við þá: Friður sé með yður. Þegar hann hafði þetta mælt, sýndi hann þeim hendur sínar og síðu. En einn af þeim 12, Tómas, nefndur tvíburi, var ekki með þeim þegar Jesús kom. Hinir lærisveinarnir sögðu honum: Við höfum séð Drottinn. En hann svaraði: Sjái ég ekki naglaförin í höndum hans og geti sett fingur minn í naglaförin og lagt hönd mína í síðu hans, mun ég alls ekki trúa. Að viku liðinni voru lærisveinarnir aftur samankomnir og Tómas með þeim. Dyrnar voru læstar, þá kemur Jesús, stendur mitt á meðal þeirra og segir: Friður sé með yður. Síðan segir hann við Tómas: Kom hingað með fingur þinn og sjá hendur mínar og kom með hönd þína og legg í síðu mína og vertu ekki vantrúaður, heldur trúaður. Tómas svaraði: Drottinn minn og Guð minn. Jesús segir við hann: Þú trúir af því að þú hefur séð mig. Sælir eru þeir sem hafa ekki séð en trúa þó. Og við erum einmitt í þessum sporum í dag, að hafa ekki séð en trúum samt. Vafalaust voru lærisveinarnir að tala dauða Jesú og frásögn kvennanna að gröfin væri tóm. Þeir höfðu læst en skyndilega stóð Jesús á meðal þeirra. Hann hafði áður sagt: Hvar sem 2 eða 3 eru samankomnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Og hvar sem við erum samankomin
Í hans nafni er Jesús mitt á meðal okkar. Jesús heilsaði lærisveinunum með friðarkveðju, friður sé með yður. Og við sem erum réttlætt fyrir trú höfum frið við Guð. Lærisveinarnir fengu að sjá Drottinn og þeir sannfærðust. Hann var vissulega upprisinn og vitnisburður þeirra lifir enn í gegnum frásagnir Biblíunnar. Og Jesús sendi þá síðan út í heiminn að boða ríki Guðs eins og Faðir hans hafði sent hann. Í loka orðum Jóhannesar Guðspjalls skrifar höfundurinn: Þetta er ritað til þess að þið trúið að Jesús sé Kristur, sonur Guðs, og að þið í trúnni eigið eilíft líf í hans nafni. Þemað í dag er já hinn nýja fæðing. Fyrir hinn trúaða mann er orð Guðs hinn heilagi sannleikur og við heiðrum Guð með því að trúa orði hans. Eða eins og Jesús sagði við Tómas: Vertu ekki vantrúaður, vertu trúaður. Trúin er ljós en vantrúin er myrkur. Og við erum endurfædd í trúnni. Við heiðrum Guð, trúum á son hans upprisinn, vermum hjörtu okkar með hennum dásamlegu orðum að hann sé með okkur. Fullviss að hann sleppi ekki af okkur hendinni, umvefi okkur í kærleika sínum, gef okkur styrk til að takast á við daglegar áskoranir, lýsi okkur rétta veginn á lífsins braut og leiði okkur inn í ríki sitt á efsta degi. Þessa von eigum við ekki nema við trúum að Guð sé til. Eða eins og segir í Hebreabréfinu: Það er ógerlegt að þóknast Guði án trúar. Því að sá sem vill nálgast Guð verður að trúa því að hann sé til og að hann umbuni þeim sem leita hans. Og ef við hvílum í orði Guðs, þá er Jesús mitt á meðal okkar. Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Í Jesú nafni. Amen.